Já, Gloria, ég hrættur það, hún í stuði í dag. Það Black Friday, maður. Svartur fössari. Svartur fössari, sót svartur og kosningar á morgun, maður. Já, þetta rosalegt. Hvað sem þú vilt segja kosningarnar? Ég held að eftir þennan þátt þá eru allir að fara að kjósa pírata, sko. Við hötum fokkin baðlón, sko. Já, það endar sko. Þetta borgar ekki shit í skatt. Þetta erlend fjárfesting. Það ert ekki með þetta rugl. Það ert ekki með þetta rugl hérna. Það ala á einhverjar vitlausar upplýsingar hérna. Já. Þú ert ala á 8. Ég vil ekki sjá þetta. Áfram píratar. Burt með baðlón. Já, burt með baðlónin. Það náttúrulega Skylagún í dag. Kom svona, þú veist, kom að einhverju leiti eins og 3 ár heiðskýru lofti á sínum tíma, þó að auðvitað hafi undirbúningurinn verið lengri og eins og við förum yfir í þessu þætti, sko, en mér fannst þetta einhvern veginn bara birtast þarna. Já, ég er sammála. Það tók að því virðist mjög stuttan tíma frá því að svona framkvæmdur hófust. Ég er enda með eitt sem að, þú veist, hefði mátt gefa manni það að það yrði eitthvað úr þessu svæði. Ertu með skoðun á deiliskipulaginu þannig að? Nei, ekki beint. Píratar eru það alveg örugglega. Það var náttúrulega þetta átti originally að vera höfuðstöð á Vá Air. Já, það var búið að var það ekki orðið það í rauninni? Sko, ég held að uppbyggingin hafa aldrei farið að stað. Svo bara lendi Vá í fjárhagskröggum og En þau voru er ég að miskilja, voru þau ekki með skrifstofur á þessu svæði? Á einhvern tímpúti gæti verið, sko, en þú veist, lóðirnar, þetta er hrottarhett land sem er undir þetta að hérna sér þetta svæði 7, Nature Experience. Það getur vel verið að hafa verið með nei, þau voru alltaf með skrifstofur í Kaup. Já, í Kaup, Borgatúni eða eitthvað. Sko, heitir þetta í Kauptún? Jó, Kauptún. Það sem að Reykjavík borgaði með svona 8 hæðir. Ég bara var ekki alveg klár á þessu, mér fannst ég lesa frétt það sem að sennilega voru þið bara búin að tryggja sér byggingarétt eða eitthvað álíka. Já. Þau voru, þú veist, þetta átti að vera eitthvað framtíðarkapital fyrir Vá og átti ekki að vera hótel og eitthvað. En virðist það að vera bara afturkallað. En það fór eins og það fór. Sko, þjóðþekkt. Þetta er ekki svo gamalt apparat nefnilega. En er einhver ástæða til að fara að staða og að tala okkar diggustu? Já, í góð leigu? Já. Nei, það er alltaf þetta á blúsandi siglingu. Já. Núna. Og við viljum einbra enn og aftur á fólk sem er í rekstri. Já. Ekki vera að kaupa bíl á fyrirtæki, leigið bíl á fyrirtæki. Ég er bara með eitt ráð og ég veit að Steinar verður ekki ánægður með mig. Nú? En ef við kjósum yfir okkur vinstustjórn helgina, þá myndi ég leigja hana bíl í dag, bruna beinustu leið austur og fara með Norrænu og koma aldrei aftur. Það er bara borgið að bílnum, en komið ykkur eins langt í burt og getið. Þannig að hlustendur góðir, ég er búin að ákveða það. Ég ætla að hætti í þessu hlaðvarpið að vera vinstustjórn. Já, ég meina að þú veist, það eru þetta ágefni. Hlaðvörp eru einkaaðilar sem fara að stað að búa sér til aukatekjur sem að þetta lið vill skatt leggja niður ekki neitt. Hvatinn til að gera eitthvað aukalega vill loka EHF-gatinu er dauður eða kjósið vinstustjórn. Sko, í rauninni ef við veltum fyrir okkur þessum hvata að gera eitthvað sjálfur, hann er í rauninni hann er mjög lítill. Já. Sko í dag bara, eins og staðan er í dag, sko. En það á að fara að þrengja ennþá meira. Ég ætla bara að hætti öllu sem á að búa með til auka tekjur ef þetta verður staðan. Sko, það er bara að kaupa fastegnir, gíraður upp í rjáur og bara lifa month to month á ekki neinu. Nei, einmitt. Hvað góð leiga hefur með það að gera, veit ég ekki, en við allan á þökkum fyrir samstarfið og við viljum minna á að þið fáið 10.000 króna afslátt af fyrsta mánuði á hverjum einasta bíl. Já, og ég var að djóka, ekki fara með bílinn úr landi. Það er örugglega bannað. Nei, já, ekkert vera að því neitt. Þökkum góð leigu fyrir og Pingjan. Já, Pingjan, skrifa Pingjan inn í athugasemd, þá farið þennan 10.000 króna afslátt. Nú, það er Black Friday í dag. Við verðum auðvitað að koma þá inn á Górillu. Já, Gorilla vöruhús. Cyber Monday á mándaginn. Það er hæpið. Það er hæpið og náir því. Já, en þetta er stærsti dagur ársins. Já. Fyrir ykkur sem eru komin inn, slakið bara á. Þetta verður fín helgi. Já. Þau eru að fara að sjá þetta allt. Já. Viljum við fara yfir bara virðiskeðuna í þessu? Nú þegar droppið komið inn í þetta. Sko, mér langar eiginlega bara að fara yfir ef þið eru að hugsa að kaupa eitthvað á Black Friday í dag. Já. Þá Dufland að nota vöruhús. Define the Line, þið getur keypt vöru þar í dag.
ekki þurft á neinar ágjur á afhendingu. Loom og Casa hjá Evo Þórhalli, þau eru búin að vera aðeins síðan 2023. Tropic og fleiri verslanir, farið bara á Gorilla. Þau eru líklegast ekki að fara neitt. Soundbox, það er góð gjöf. Soundbox, gott Soundbox. Þannig að verði ykkur að því gott fólk, byrgjar, heildsalar, inn í gorillavöruhús.is í dag. Tökum þeim fyrir. Herðu, þetta líka til að nefna samdægurs afgreiðsla bara í svona 85% tilfella hjá þeim. Ef að þú varst ekki búin að selja þeim þetta nú þegar. Herðu, fyrirtæki dagsins Sky Lagoon. Þú ert með einhverja smá forsögu. Ég tek nefnilega forsögu. Ég verð með forsögu í dag. Svona út frá, hvað segir maður, framkvæmda sjónamiði. Fer bara, tek alla ársreikninga aftur í tíman. Hvað? Já, bara. Ég bara segja það, þannig að þú mátt eiga orðið hérna. Já, ok. Þú eru forsögu í svona út frá framkvæmda. Já. Þetta eru þeir reikninga þar sem þú eiginlega skýrastur. Það eru svona 4 til 5 ára fyrirtæki sem að hafa vegna vel. Þetta eru mínu, þú veit, ég skemmti mig konunglega við gerð þessi ársreiknings. Tók langan tíma, en ég skemmti mig konunglega. Þegar þú ert að setja saman hvað kostar að búa þetta til og svona, engin betri. Sko, þetta er ekkert svo gammalt apparat eins og við erum að ræða. Það eru nokkri líki leikmenn sem þarf að kynna strax til sögunar. Eyþór Guðjónsson, þekkir hans fyrir störf. Eyþórius. Var hann kallað það? Nei, ég veit ekki. Veistu hver þetta er? Hérna í góðra vinna hóp, ég veit ekki. Þetta er fyrir leikari? Já, hérna ég var eitthvað búinn að skoða þetta sko. Hann er hérna einn af key players. Meðal annars einn af stofnendum Skemmtikarsins. Og veistu hvað mynd hann lék í upp á aldamótum? Nei, veitu nú ég. Heyrðu, það er legendary setningi henni sem var hérna Of course my horse. Það byrjaði það þar. Þetta var í Hostel. Hostel, já. Það er 2005. Var hann ekki 2002? Allan samkvæmt í IMDb. Nei, heyrðu, ég rögla. Leikstjórinn Eli Roth sló í gegn með einhver annari mynd 2002, Cabin Fever, og fer svo í Hostel, rétt. Og hérna hann var náttúrulega hann var í boltanum. Líka? Hann var í hérna What a man. Hann var í handbolta eða ekki? Ég þekki það ekki. Nei. Hann er samt örugglega ekki ennþá inni í skemmtigarðinu með það. Byrju, skemmtigarðurinn er hvað? Það er hérna í grái. Já, þetta er það. Nei, sorry. Var þetta í Smáralind? Sorry. Já, mögulega. Ég var að hugsa mínigarðin. Já, ég er örugglega sögð saman. Nei, þetta held ég skemmtigarðurinn í Smáralind. Þau samt seldu sig hjónin. Seldu sig út úr því. Já. Þú átt að vera með þetta. Ég ber enga ábyrgð á þessu sko. Annar key player, Dagný Pétursdóttir, fyrsti framkvæmdastjóri Lónsins. Og var til ásins 2024. Í dag er komin nýr framkvæmdastjóri sem heitir Helga Maria eða Hail Mary eins og hún er kölluð í Sky Lagoon. Það er bara þegar hún labbar inn, það var bara Hail Mary og hún bara Helga Maria mætt. Það er bara Hail Maria. Og annar líkileikmaður í þessu er Pursuit. Já. Sem er sama félag og er með Flyover Iceland. Já, eða sem sagt sko eignarhaldsfélagið sem heldur utan það Pursuit á í Flyover Iceland, já. Kandist félag. Og veistu hvað á það? Kandamenn. Já, en veistu hvað það heitir? Það heitir Viad Corporation og er skráð á hlutabréfamarkaði í Bandaríkjunum. Já. Og ég verð með smá romsu það á eftir. Já. Let's begin. Sko, fyrstu fréttir af þessu. Nú er ég að lesa Eyþór sko, þetta gegnum IMDb. Eyþór was the marketing manager for Walt Disney Home Video in Iceland for 5 years and set a world record within the Disney Corporation in sales of the Lion King video in 1995. Shit, hann hefur verið að móki okkur Lion King. Það virðist vera. Eyþór was able to obtain the franchise Little Caesars Pizza and opened the operation in Iceland. What? Þetta er bara rað frumkvöður. Shit, hvað ég er búin að skýta. Var hann líka með Little Caesars? Já. Hæ? Byrju, Eyþór was able to obtain franchise Little Caesars Pizza and opened the operation in Iceland, which set the world record in first week sales of the new franchise, beating Domino's record at the time by 25%. Magna. This record still stands. Nú veit ég náttúrulega ekki hvenar þetta er skrifað og þetta er inn á IMDb sko. Ótrúlegt. Veit ekki hversu. Þetta var ekki á áreiðanlegt þetta er sko en hérna þetta er allavega að virðist vera rað frumkvöðul. Djöfusins klúður hjá mér. Já. Þetta á að vera Þú hefur klikkað á IMDb þarna. Þetta á að vera minn styrkleiki sko.
Magna, hérna mér að segja mynda á hann fyrir framann Pizza, mannstu eftir þessu? Nei, Little Caesars, pizza Ég man voðalega, ég var ekki stór kunnið þarna sko. What? Heyrðu, vel gert hjá þér og honum Allavega fyrstu fréttir af þessu projekti eiginlega bara upp á þurru fyrir mennis okkur 1920 að þá standi til að byggja baðlón á Kársnesi og í kjölfari skandinavist sjávarþorp sama svæði átti náttúrulega príða höfuðstöðar VAR Ég enn að bíða eftir þessu skandinaviska sjávarþorpi Ég held að það komi, þeir eiga náttúrulega lóðina undir maður veit ekki, en það hlýtur að vera næsta plan bara elda blá lóni, þeir eru nú opnum við bara hótel Miðað við prentvélina sem í gangi þarna þá hlýtur það að vera bara á döfinni komum nánar inn á það eftir Sko fyrir þá sem eru búin að lifa í helli síðastliðin 5 ár og ekki búin að mæta þá er staðanum að ætla að upphefja íslenska baðmenningu byggingasögu og náttúru gestirnir ganga inn í sér íslenskan ævintýra heim og þarna er 75 metra langur óendanleika kantur sem að heitir eitthvað annað á ensku það heitir hérna ég man ekki hvað það heitir Sko ég ætla að segja að það er lögð sérstök áhersla bara á íslenska menningu sem að ég fagna gríðarlega og gamli íslenski byggingastílinn skín í gegn þarna er notuð klömbruhleðsla sem hélt lífi og hita í Íslendingum og meðal annars var notast við ráðgjöf Guðjón S. Kristinssonar sem er sérfræðingur í torfhleðslu við uppsetningu þarna Svo held ég að þið takja eftir í næstir labbi. Það er þetta svakalegt nýs að taka fyrir, leggja fyrir sig. Bara svona maður. Torfhleðsla, við eigum hann bara. Við eigum sérfræðingi þessu. Þetta er örugglega gaur sem er bara berjast fyrir sínum verkefnum í torfhleðslu og skattfylkingin hugsa bara. Hann er lobbyisti. Já, þessi gæi, hann þarf að borga meira. Við þurfum að loka þessu gata á hann að gæja, sko. Ímyndaður, þau byrja á EHF-gatinu. Hvenær faraðu þið SLF-gatið? Ég var að hugsa sko, SLF-gapið þegar þau byrja að skoða alla sjálfstæðu læknana, endurskoðendur, lögfræðinga með SLF. Við skulum sjá hvað setur á morgun. Þau eru sko, þau duttur í EHF-hólu og viti ekki að þau eru að fara dætt í SLF-gap. Svarthólu. En það er svo svona ágætt í þessari kosningabaróttu að það er ekkert búið að vera að djöflast í læknunum og það sem eru með SLF-gapið sko. En Guðjón, hugsa þér, ég ætla bara að sérhæfa mig í torfhleðslu og lifi bara á því. Við eigum bara okkar einstaka torfhleðslu sérfræðing sem er ótrúlegt og ég fagna því. Akkurat. Sko, Sky Lagoon fer í loftið eða opnar 29. apríl 2021. Aðeins aftur hérna, hefðirnar í kringum baðmenningu Íslendingur grafna djúpt í þjóðarsháluna, kjarni af upplöfunni, sagði Dagný, fyrst sinn. Nei, eitt hérna með þetta þegar þetta fyrir lofti það voru eiginlega flestir sáttir flestir höfðu held ég bara ekki skoðun á þessu þetta væri komið að nota Kársnes freka boring iðnaðar hverfi sögulega séð allt í einu á að vera komið með einhvern kontentir á móti Bláa lóninu ég er nefnilega aldrei farið, ég verði að viðurkenna það kíkt á verðið ég get vel séð fyrir mér að þú sést maður sem að fussar framan af það voru þetta 2 verðflokkar það kostaði minnum í 7.5 eða þú ætlaði bara að fara ofan í lónið og svo gastu tekið dýrari miða og þá ferðu inn í hérna upplifunina sem er segast að lónið er held í fyrsti partur upplifuninni og myndi þetta ekki falla undir risnu? Gæti maður ekki farið með kúnnana þarna? Örugglega ekki bara risna? Gæti verið, það er ekki mitt að en sko, svo ferði ég þessa gufu og það er hann að gufa sem er með þyngsta gler á landinu 2,2 tonn, þetta er stærsta rúða á landinu. Hvað er hún stór? Ertu með það? Hún er 2,2 tonn. Svona í fermetrum? Nei, sko nefnilega máli er fermetrum, alltaf það var ekki frekar telur maður ekki rúmmetrum? Já. Ég geti trú að hún sé tvöfaldur þessi veggur sko, ef það segir hlustendum eitthvað. Nei, það segir nefnilega ekki neitt sko. Nei, segir ekki neitt. Þetta er gufa, gufa, kalt, lappar í gegnum eitthvað regndrópa, þetta er alveg svakaleg upplifun, alveg svakaleg. Íslensk, jável. Hinga til held ég að flestir hafi bara verið nokkuð sáttum með hérna baðlónastað, en það er einn maður sem steig strax fram á ritvöllin og drullaði við Sky Lagoon. Hvað, Jakob Bjarnar? Nei, það var að sjálfsögðu Guðni Ágústsson. Já, einmitt. Og veistu fyrir hvað hann var að drulla yfir Sky Lagoon? Það kæmir ekki óvart að hann var að drulla yfir þau því að þau varu að þetta heitir ekki eitthvað svona náttúrulegur jarðvarmi eða eitthvað úr náttúrunni. Nei, það er út af því að hann var fucking pirraður að það var ekki íslenskt nafn. Já, meinar. Og vísaði einhver lög frá 2012 íslenskuna
og stakk til að þetta myndi frekar heita skýjaborgir eða skýjalónir. Skýjalón er mjög gott sko. Já. En þú veist, auðvitað ekki að ferðamanna vænt. Nei, en þú verður bara að ræða með einhvern vörumerkasnilling og það sé sniðugt að vera hreyflaði taumunöfnum. Enga síður, hann var tjúlaður. Já, sturlaðist þar. Já, sko, þetta eru 3200 fermetrar byggingin, þannig að þú ætlar að reikna fyrir mig verð per fermeter í kostnaði. Já. Og ég ætla bara að segja að mér brá heldur betur í brún þegar ég ætla að bóka mig þetta núna í október og það er nefnilega komið ný verðskrá. Þau fóru í upgrade á upplifuninni sem ég hafði ekki hugmynd þannig að það er búið að stækka það svæði. Ég held að það er fjárfesting upp á 2 milljarða, þú kannski sér okkur betur frá því. Já, ég kem reyndar ekkert sérstaklega inn á það því að það er 2024. Já, og núna er miðinn eftir ég sá á heimasíðunni, hann kostar bara litlar 11.990 krónur og upplifunin er innifalinn í hverju miða. Þannig að Já, ég er upplifunin. Já. Okay. Annað fyrir þá sem ekki vita, þá er þú fær armband til að labba inn og það er kvóti á því hvað getur keypt mikið á barnum. Já, voru þetta ekki 3 drykkir eða 4? 3 drykkir sem er bara afskaplega fínt því að þetta er að verða einhver stærsti okurbar á landinu sko. Þetta er bara Þau eru að sportna bara við Já, þú veist, þau eru bara að spara viðskiptaunum í rauninni með að setja þetta. Ég var aðeins komin í það og spurði hvort ég mætti kaupa band af næsta manni og þau þvertóku fyrir það, þannig að við fengum ekki meiri penning frá með þann daginn. En þetta er flottalegu kostnaður. Já, hvað kostar bjórinn þetta? Ég held þetta hafi verið 17-18 kall og örugglega 0,3 eða 0,4 sko. Nei, fjandinn hafið eða 0,3 þá urlast ég sko. Já, ég set yngsprettina því ég er ekki með eftir minni. Ég var búið með 3 þegar ég fór að spá í þessu. Heyrðu, það er bara staðan í dag. Hail Mary is at the wheel. Sky Lagoon ég veit það ekki, þú veist, þau eru bara með hennar rekstur og leið til skíjana. Já. Þetta er í rauninni mjög fallegt nafn sko. Koma inn á það núna og eftir. Þetta er ótrúlegt sko. Þetta er ótrúlegt operation. Á ekki lengri tíma. Annars ég vildi segja að nei, ég ætla ekki að segja neitt. Ég ætla bara að þegja. Þú ætla bara að þegja eins og þeir sem eru hjá Teija. Þeir bara þegja einfallega vegna þess að það þarf ekkert að þau hafa ekki yfir neina kvarta. Það er nú bara þannig. Ég ætla að hafa, sko, þessi umfjöllun reksturinn verður í búið Teija, auðvitað, sem heit ykkur samstagsæðli og Yngvi, þú ert eitthvað að djöflast í þeim í vikunni, var það ekki? Jú, sækja tilboð, fer bara inn, sækja tilboð. Þetta er mjög þægilegt. Fyllir út hana nokkra hluti að þú sérst ekki að stunda peningaþvætti og annað. Þú er bara komið 12-póst og liggur við símtal innan við dags. Og svo eru þetta verðt að minna á það, þetta er ekki bara, þú veist, netlausn í sjálfsögur, þetta eru þetta pósar bara og allt sko, margir tengir þetta við netverslanir, en þú veist, það eru pósar og það er meira þess að möguleiki fyrir tips, fjólfé. Það er nýjasta. Þannig að þið sjáu það. Það er fólk sem berst hart fara í framtíðina. Nei, ég segi þetta sé framtíðin á Íslandi. Já, þú veist, það er bara í alvörunni fólk sem er á móti því að gefa þau upp á. Já, það er nú búið að með þess að öfugt í Bandaríkjunum. Trump er búin að lofa skattfrjálsu tipsi. Já, það var náttúrulega að byrja að skattleggja þetta. Já. Ekki láta bukta það og beygja, veldu Teija. Rétt. Herðu, eins og ofta áður, þá ætla ég að hafa nýjasta útgefna ársending bara til liðsjónar í þessari umfjöllun, en sko, hér er auðvitað eins og ég nefndi áðan, þetta er svona tiltölulega nýtt fyrirtæki og mjög successful, þannig að það væri eiginlega glæpur að mér að fara ekki aðeins tilbaka í fyrir ársendinga og svona þræða forsöguna. En sko, alveg upphafi undirbúnist þá sá ég grein þess efnis að framkvæmdir við Baðlóni hafi kostað 5 milljarða. En slíkar fjárhæðir er hvergi að finna í ársreikningum Sky Lagoon EHF. Svo eins og ofta áður þá þurfti maður að setja upp rannsóknarhattinn og rífa í stækkunarglerið. Og sko, staðan er svo að Sky Lagoon EHF er í eigu tveggja félaga. Pursuit Iceland EHF sem fer með 51% hlutdeild og svo Geothermal Lagoon EHF með 49%. Og í rauninni sko þessi hlutfall hafa haldist bara þau sömu frá árinu 2020. Pursuit Iceland er stofnað 2019 og Geothermal Iceland EHF 2018. Og augljóslega eru þessi félög bara stofnuð í kringum þetta batteri. Nú, þessi félög eru bara eignarhaldsfélög. Pursuit Iceland er í eigu Kanada erlends eignarhaldsfélags bara sem heitir bara Pursuit Investment Holdings Inc.
og hefur verið í þeirri eigu alveg frá upphafi. Það félag líklegast svo í eigu Kanada, hvað hétta, sagðurðu? Pursuit og Viat. Já, Viat, já. En hvað var ég? Já, þessi Pursuit Investment Holdings Inc. Það hefur átt í rauninni þetta félag Pursuit Iceland alveg frá upphafi. En það er eiginlega ljóst sko að þetta Pursuit Iceland EHF hefur ekki þjóna miklum tilgangi hvað var það fjármögnum verkefnisins, þar að segja ef við horfum bara á sjóðstreymið, það fyrir lítið inn og lítið út bara frá 2019 og til dagsins í dag og í sjálfu sér er bara sagan svipuð með Geothermal Lagoon EHF, hinn eiganda Sky Lagoon. En það er hins vegar systurfélag Sky Lagoon, Nature Resort EHF, sem sýnist vera að bera svona þungan af öllum framkvæmdum sem að hafa átt sér stað í kringu Sky Lagoon. Nature Resort er í 100% eigu þessa félags Geothermal Lagoon EHF og þar að leiðandi systurfélag Sky Lagoon. Ok, ég vona að ég sé ekki búin að ruggla fólk of mikið en það er mikilvægt að þetta komið fram svo ég geti reifað söguna þess aftur. Og eins og ég segi, það er ekki nein sérstök framkvæmdarsaga á ársreikningum Sky Lagoon EHF. Það er þá ekki nema fyrirfram greitt hlutafé upp á 273 milljónir árið 2020 en þau náðu að dekka reksturinn sem var á félaginu bara með þeirri innspýtingu, laun og launatengt gjöld og bara svona annað kostnaður. Þannig að ég sé þetta þannig að þau hafi alltaf að byrja bara með efnahagsreikningin hreinan en reksturinn byrja strax að kikka inn þarna fyrir opnun 2020 og bara í tapi því að það voru náttúrulega enga tekjur, lónið opnað 21 en það er alveg byrjað að myndast inn á tap fyrr 2020 og ég sé rauninni ekki nein útgreidd laun á öðrum ársreikningum sem tengjast þessu þarna 2020 nema bara þá hjá Sky Lagoon sko, svo að kjarnastarfsemin er bara frá árinu 2020 farin að lita ársreikning Sky Lagoon EHF. Nú sögunum víku þó að Nature Resort EHF. Það er rauninni félagið sem stendur bara í öllum framkvæmdum í kringum þetta, það er að segja fjármögnuninni, svona allavega út frá ársreikningunum og þar byrjum við að sjá hreyfingar talsvert lengra aftur, eða til ársins, við förum til ársins 2017 þegar þau byrja að kaupa lóðirnar í Vesturvör, nánar tiltekið í Vesturvör 42-48 og samkvæmt efnahagsreikningi eru kaupin eignfærð á kostnaðarverði fyrir 335 milljónir. Þannig að og þetta skiptist þannig þau eru að leggja út 47 milljónir og eru svo í skuld við Kópavogsbæ fyrir restinni 288 milljónir. Og þar var veitt svo kallað víkjandi lán. Segir þetta lán? Nei, þetta er rauninni bara víkjandi skuld við bæinn. Bærin lét þeim í rauninni ekki neitt fé í hendur samkvæmt sjóðstreymi. Þetta er það sem kallað subordinated debt á ensku. Skuld sem ber oftar en ekki hærri vexti heldur en bara svona almennt lán. Vegna þess að þau eru víkjandi fyrir öðrum skuldum ef félag fyrir þrot. Þau eru svona aftast í röðinni. En eins og ég segi, þau virðast ekki vera að lána þeim peningana, heldur hreinlega að gefa þeim bara frest á að greiða tilbaka fyrir lóðir. Þannig lítur þetta út fyrir mér. Þannig til að taka það fram þá var hlutafé aukið 40 milljónir handa 2017. Sett á yfirverðsreikning voru bara þessar default 500.000 krónur í hlutafé fyrir það. Nú 2018 gengur í garð og það hreyfist lítið það árið, einhver smá viðbót við lóðir, rúmar 42 milljónir sem fer bara allt undir varanlega rekstrarfjármuni og mig grunar að þar séu þau bara að kaupa Vesturvör 40. Þau eiga sérst í dag Vesturvör 40-48, keyptu Vesturvör 42-48 þarna árið 2017, árin áður. En allavega í lok 2018 er lóðareignin orðin 377 milljónir. Já, bara í lok árs 377 milljónir í lok árs 2018. Nú er ég með skipulagi hérna. Já. Vesturvör, hvað sagði þú? 48? 40-48. Já, það er þá þetta og þetta. Já. Já. En svo 2019 þá fer nefnilega að færast fjöruleikin. Þá fáðu vissulega lán, fysiskt lán bara frá Kópavogsbæ og það samastendur á 2 verðtryggðum veðskuldabrifum með föstum 5% vöxtum tryggð á fyrsta veðrétti. Þar leiðandi andstaðan við víkjandi lán. Fyrsti veðréttur. Og veðrétturinn er bara í lóðum félagsins að Vesturvör 40-48. Eignir hjá þeim eru að rúmlega tvöfaldast þetta árið. Lóð í þróun skyndilega orðin 825 milljónir króna.
og já, bara allt gott að blessa, einhverja framkvæmdir á lóðunum hafnagrinnilega. Herru, svo það 2020, það bara árið fyrir opnunina. Þá sjáum við risarhreyfingar, heildareignir orðnar 4,1 milljarður og þar af 3,5 milljarður undir varanlegu rekstrarfjármunum. Það var fjárfest fyrir 2,7 milljarða á þessu rekstrarári í varanlegu rekstrarfjármunum og þetta allt auðvitað bara framkvæmdir á lóð, semja við íslenska aðalverktaka framkvæmdir fyrir þá. Já, þeir sáum þetta. Já, samkvæmt frétt hérna frá janúar 2020 og fólk veltir því kannski fyrir sér hvernig þetta fjármagnað og kemur í ljós að móðurfélagið Geothermal Æsland eigur hlutafé 1,7 milljarð, takk fyrir. Svo einnig hérna nýtt langtímalán upp á 1,6 milljarð sem merkilegt því að það í erlendri mynt og eru þetta komið bara með gengistryggingu. En það allan og þú veist, já, að einhverju leiti eignarhaldi erlend til helminga. Sér þið eitthvað með lánin? Eru menn að taka eitthvað kanadískt bankalán í þessu? Nei, ég nefnilega sé ekki sko, í hvaða mynd þetta tekið sko. En það var allan að vera að dæla inn fé í frekari fjárfestingar þetta ár. Nú, hvað var reksturinn árið 2020, þá nánast ekkert að sjá þar hvorki á Nature Resort EHF sem að sér framkvæmdirnar, nýja Sky Lagoon, ekkert nema bara tap enda engar tekjur að koma inn. En svo rennur hérna opnunarárið í hlað 2021 og þar eru samtals 850 milljónum fjárfesta áfram í vanlega rekstrarfjármunni. En á þessum tímapunkti þá búið að fjárfesta fyrir 4,3 milljarða. En það einhver stærð þetta sem heitir fært út við skiptingu upp á 390 milljónir. Svo netto fjárfesting í kringum 3,9 milljarða út árið 2021. Eða sem sagt, já, fram að því. Þau endur fjármagna hérna gamla lánið og taka nýtt herra upp á 2,2 milljarða að sjálfsögðu í erlendri mynt en í lok 2021 skuldahlutfallið 66% svo þau ekkert eitthvað í 5. gír, þau eru svona kannski í 3. og 4. En sko, að því sögðu ég sé bara hérna framkvæmdir upp á 4 milljarða en ekki 5 milljarða eins og kom fram í fréttinni hérna sem var gefin út við opnun. Þetta hefur kannski ekki verið reiknað upp á punkt og prik. Já, sko, sjálfsagt væri nú rétt að treysta því sem kemur frá þeim, sko, fyrir ekkert en mér, en það allavega milljarður sem vantar í söguna mína, mögulega liggur hann bara í einhverjum framtíðar fjárfestingu sem ekki hafa verið farið til bókar hann 2021. En allavega, það áhugavert að kíkja á rekstrarreikning Nature Resort, hérna, því að þau eru náttúrulega eigandi lóðurinnar og Sky Lagoon að þér virðist bara eini leigjandinn. Þannig að ef ég loka þessari forsögu þá má sjá hérna í rekstrarreikningnum 2021 og 2022 að Nature Resort að hirða ansi góða leigutekjur eftir að rekstur hefst. Nánar tiltekið 339 milljónir 2021 og svo 569 milljónir 2022. Þannig að og þetta í rauninni bara Sky Lagoon EHF þarna að leigja af þeim lóðina, svæði, þú veist. Og ef við tökum örstutta skönnun á rekstrarreikningi þessa fasteignafélags sem þau eru bara hérna, bara Nature Resort, þetta bara orðið fasteignafélag, formlega. Ef við skoðum hérna rekstrarreikningin 2022, þá eru leigutekjur hérna 569 milljónir, 47 milljónir í rekstrargjöld sem eru bara laun og annar rekstrarkostnaður. Svo kemur hérna matsbreyting upp á 152 milljónir, vaxtagjöld upp á 173 milljónir, neikvæður gengismunur upp á 253 milljónir, krónan bara veikjast og hérna, þetta erlenda mynt, sjáðu til þau, skulda náttúrulega... Segðu leigunan aftur, 569. En svo bara þegar allt tekið saman, þá hreinn hagnaður 205 milljónir. Þannig að, þú veist, þetta auðvitað verið bara hér verið að flytja pening úr einum vasa í annan, en enga síður, þá hérna rekstrarreikningur 2022 komið bara í hagnað upp á 205 milljónir. Þannig að þetta er skemmtilegt. Hvað þú að slá inn þarna? Ég fór bara að spá í hérna hvað þetta væri per fermeter. Já. Og þetta 177.000 krónur á ársgrundvelli. Já. Þannig að eins og þessi að borga 14.800 í leigu á fermeter. Já. Getur verið að sé einhver tekjutenging í þessu? Mögulega.
Mögulega, ég skal ekki segja. Ég heyrði daginn, bara algjörlega út í lofti það var einhver snillíkur að reyfa leiguverðin. Engi sprettan, já. Sko, ég held að núna nýjar hverfi sem að byggjast hérna í Hlíðarsmára menn eitthvað að tala að leiguverð þar eiga að vera 5-6 þúskall veitingastæðir í bænum heyrði einhvers staðar væri 7-8 þúskall þannig að þú veist skrifstofan segir bara 3-5 þúskall það bara ég meina að þú getur verið að vantelja fermetra já, annað, eða bara svona punkturinn minn var sko, svo getur þú kannski verið að fá strípað iðnaðarbil á 1500 upp í 3 þúskall Er þetta ekki bara fokkin gjöf að fá Skylagoon á 14 skall? 14 skall fermetrinn? Já. Með hvað þú ert að fara, með verðmæti sem þú getur búið til þessu. Hærra en meðal fermetraverð í leigu? Já, en þú veist, ég bara ber þetta saman. Finnst þér að þetta vera 8 skall eins og veitingastað? Já, ég veit ekki, þú ert að leigja fokkin... Ég hef ekki verðlagt, sko, fermetraverð í Baðalóni. Nei, þú veist, þess vegna ég fyrsta skipti á ævin að setja þetta fram. Þetta áhugaverð tala samt, 14 skall. Já, bara nema ég sé að skýta á mig. Svo er þetta veitingastæður og fleira, skilur við? Já. Þannig að hérna... Ég veit ekki, kannski er þetta allt of mikið, en þú horfum bara á í samhengi við, þú fær hérna veitingastæð á Hverfisgötu, það er 7 skall fermetrinn, eða þú fær hérna Baðlón út á Kársnesi sem hann býr til 5 milljarð á ári. Ég skal ekki segja, bara bæling. Eins og ég segi, það er verið að flytja úr einu vasa í annan. Það er dálítið svoleiðis. Nú... eða úr einu vasi annan í rauninni er það hérna Geothermal Iceland sem á þetta Nature Resort félag að fullu þannig að það er íslenski anginn sem hefur verið að annast framkvæmdir á meðan að Pursuit er svona þú veist inn í rekstrinum en ég sé ekki nákvæmlega hvernig þetta er fjármagnað öllum líkindum er þetta lán veitt frá Kanada ánganum sko þannig að í erlendri mynd mér finnst það líklegt en það kemur samt ekki við tengda aðila sko kemur ekki fram en ég svona reyfa þetta á hundavaði auðvitað en svona mikilvægast að í þessu er bara að fara auðvitað svona aðeins yfir kostnaðan á baku framkvæmdunar en herru, sko, nú er það árið 2023 og þá víkur sögunni að Skylagoon EHF sem er í raun bara félagið sem heldur utanum rekstur Baðlónsins og öllu bara sem það snertir og við byrjum á rekstrarreikning og hann er alveg svona frekar stuttur hjá okkur í dag mest orkan fór svona kannski rannsóknarvinnan fór ég að krifja forsöguna en er rekstrarreikningurinn áhugaverður? Svarið við því er já því að við byrjum á tekjunum og nú held ég að það sé bara sanngjarnast fyrir hlustendur að byrja alveg frá byrjun fyrsta rekstrarár 2021 opnar náttúrulega 30. apríl ég sé ekki betur það ár svo þetta er ekki heilt rekstrarár velta 1,4 milljarði 2022 140% vöxtur upp í rúmlega 3,3 milljarða og svo er það 2023 48,7% vöxtur á milli tveggja heilla rekstrarára upp í rétt tæpa 5 milljarða takk fyrir þetta er auðvitað svakalega tölur í dag er ég pírati og ég segi bara ég vil ekki sjá þetta ég vil ekki sjá það að ferðamenn verðmætasköpun fyrir samfélagið, nei takk nei Ég vil ekki sjá það að ferðamenn velja að koma hingað til lands til að baða sig á Kársnesi það sem ekkert var fyrir ég vil ekki sjá þetta Þú veist, ég bara var í hálfpartin áfallið þegar ég sá þetta auðvitað er þetta ekki allt Baðlónið, þú veist, það er veitingastæður og fleira, en þú veist, auðvitað gerir maður ráð fyrir að Baðlónið byrja svona megin þungan af tekiströmmnum Já, ég held að geta það verið, Sko, við sjáum hérna, við vippum okkur bara beint yfir í gjöldin sjáum við þrískiptingu á þessum helstu útgjaldaliðum það er kostnaðarverð seldra vara það er 361 milljón og þetta er nú bara óútskýrð tala í sjálfu sér, engar frekari upplýsingar það, manni dettur nú helst í hug bara innkaup á hráefnum í matagerð Væntanlega vínið Vín, já, þú veist, og þetta sem er þá með geðbilað álagningu Já það er auðvitað matsölustæður og bar og allir fjandinn hana því miður eru ekki með neina sunduliðinu á þessum tekjum svo það væri brjálega alltaf að reikna út álagningu í þessum ársreikning út frá kostnaðarverð seldra vara Nú, næst eru það launin það eru 988 milljónir laun og launatengd gjöld af því fara 817 milljónir í bara hrein laun til starfsmanna og við erum með meðalfjölda ársverka í 89 starfskyldum, 89 ársverk og það gerir meðaltalslaun upp á 765.000 krónur rúmar sem er nú bara ansi gott
myndi ég segja, ég held að sé mikið til ungt fólk bara sem að Nei, það bara ellilífis þegar hann á barnum sko bara fólk með súrefniskúta og stórlega það bara menn að sniffa helium Já, en þetta ég held sko aðeins að hafa kynnt mér hann eitt sérstaklega en ég myndi skjóta á að Jú, eða þú veist bara allur aldur Já, þetta allur aldur í kringum þetta en hérna Eitt áhugavert, og ég veit ekki hvort einhverju logið þar en það kom alltaf fram sko að dyrði í fullum ákustum 110-20 mann vinstæður þannig að þetta það sko þetta held ég allt upp í 130 en ársverkin sem slík eru 89 Kóttu með tekið per starfsmann á þetta? Tekið per starfsmann áttu við þá ef við tökum hérna bara heildar fjölda starfsmanna Já Það sé á þetta með að reyna 135 heildarfjöldi starfsmann í árslok 2023 Nú, það þannig Já, þannig að nú verður þú að vera fljótur að slá upp Já, þetta 300 og 36,7 milljónir 36,7 milljónir, takk fyrir Það er bara allt í lagi Já Mér það bara mjög fínt Það er heilbrigt herðu, svo Fyrir að selja einhverjum skítalupum aðganga vatni Einhverjum skítafésum Já Herðu, svo annar rekstrarkostnaður Hann næstu í 2,5 milljarður Og sko Ég ætla ekki að koma fáránlega út í þarna Hér hljótu við að vera með orkukostnað nokkuð stóran Og ég vil taka það fram Það tekið fram í skýrslu stjórnar að þarna hitastiginu á einhver leiti stýrt Ertu að tala other operating? Já, annar rekstrarkostnaður Já, en leigan þar inni, 560 Já, sko, leigan inni í þessu sko, leigan 2023 622 milljónir Ég var að tala leiguna 2022 á árum 500 og eitthvað okay. Þannig að sko, inn í þessu vantarlega leigan 622 milljónir sem að þau leigja frá Nature Resort eins og ég sé vera að flytja úr einu vas í annan einhverju leiti, en svo einhver óútskýrur kostnaður upp á 1,9 milljarða og þú veist þetta náttúrulega jarðhiti skilur, sem að einhverju leiti náttúrulega uppspretta en þau taka það fram að það sé ákveðin rekstra á þetta fólkin í að rafmagn slái út eða eitthvað því að þau eru að stýra hitanum að einhverju leiti Við erum náttúrulega með leynilögina Secret Lagoon það 100% bara náttúrulegt hitastig þar en það ekki þannig á Kársnesinu Þú veist, þau stýra því að einhverju leiti þetta smá svona ég nenni ekki að hljóma sem hálfviti sko. Ég eiginlega trúi því ekki að þetta sé náttúrulegur hiti eingöngu Þetta náttúrulega bara heitt vatn Já, og þú veist, þessu stýrt Ég ætla bara að ganni hvað væri sambarlegt, ætla það væri ekki skógarböðin Jó, skógarböðin þetta allt Hvammsvíkin líka Ég held ég held að sé bara ég held að fæst orð beri minnst ábyrgð í þessu en ég trúi eiginlega ekki öðru en að orkukostnaður sé ágætur í kringum þetta en annars veit ég ekki hvað gæti verið þarna undir öðru rekstrarkostnaði það eru auðvitað alls konar bara eins og við höfum margoft farið yfir tilfallegi kostnaður sem snýra rekstrinum Herðu, þá eru gjöld upptalin þannig að EBITDA félagsins stendur í rúmum 1,1 milljarði 1133 milljónir Sko á ég að henda þess inn almennu rekstrarkostnaður hjá Bláa lóninu var 23,9 miljón evra 2023 þannig að það aðeins herri tala kíkjum í skýringuna hvað kemur það fram rekstur fastegna Bláa lónið náttúrulega, það náttúrulegur uppspretta sko Já, en sér maður sko rekstur fastegna, það náttúrulega hróttalegt viðhald á þú ert alltaf eitthvað að ditta Já Svo aðkeypt þjónusta sem að stórt hjá Bláa lóninu, hvað geti að vera hjá Sky Lagoon og annað, síðan annar rekstrarkostnaður 9 miljón evra þannig að ég bara Þetta rannsóknarspurning sem ekki svarað Nei, líklega ekki Eitt sem mjög lúmst, ég þekki það austan með vök og þá þarf að þrífa það held ég einu sinni viku eða 2 viku þá lónið tæmt spúlað allt ógeðið sem að byggist upp út þetta náttúruleg sko, það kemur bara alls konar skán og þetta og það bara 5 tíma prósess og að mestu gert sem sko held ég má ég sé ekki tala um hér
hvað heitir þetta hérna, fjáröflun en ég geti trúa fyrir Sky Lagoon að körfuknattslið Breiðablik sé ekkert að mæta einu sinni viku og þrífa, það hlýtur að vera bara einhver þvílíkur það hlýtur að vera sko, ég bara þekki ekki þessar auðlindir nógu vel sko, kannski að blörra það sem ég sagði nafngrindi gætu þurft að pípa þetta en hérna, þú veist bara punkturinn er þú veist, þau þurfa væntanlega að tæma lóni til að þrífa það þau eru ekki að gera á nótt þau þurfa að gera á nóttunni en erum við ekki að tala, þau hljóta að vera bara með einhvern búnað sem að, þú veist, hreinsar þetta sjálf ég á stórlega bátt með að trúa því að það er ekki búnaður í hinum lögunum sko nei, en Sky Lagoon er svo nýtt sko við erum farin að hljóma eins og hálfvitarinn en EBITDA 1133 milljónir og EBITDA framleiðið upp á 22,9% sem er auðvitað stórkostlegur árangur í sjálfu sér en þú veist, í rauninni bliknar í samanburði við leynilögina sko við vorum með, held ég, bara reynt hagnaðar hlutfall var í kringu 50% þar sko en hér gæti orkukostnaður og annað vera být inn í sko, framleiðin er að auka slatt á milli ára var 15,6% EBITDA framleiðin sett árið 2022 en svo er bara hérna sturlu veltu aukning 2023 sem er að skila þeim í tæplega 23% EBITDA framleið þau afskrifa hérna fyrir 47 milljónir þetta einhverjar eignir í félaginu þau afskrifa meðal annars hérna hugbúnað og svo áöld og tæki og svo það sem heitir constructions og með grunar að þetta myndi flokkast undir innréttingar í svona ársreikningum svona sko af ársreikningum aftur í tíman að dæma sko allar lóðaframkvæmdir hafa náttúrulega farið bara í gegnum Nature Resort þannig að ég á bátt með að trúa að þetta sé eitthvað tengt því Nei, er þetta ekki bara tengt veitingastaðnum og barnum? Jú, líklegast sko, bara einhverjir svona innviðir þarna en já, þetta heitir Constructions hann er á ensku náttúrulega ársreikningurinn ég held að þetta sé í rauninni bara það sem við myndum kalla innréttingar á íslensku fjármunatekjur og gjöld þar erum við með nett og jákvæða stærð upp á 95 milljónir sko vaxtatekjur 100 milljónir vaxtagjöld 308.000 og svo neikvæður gengismunur upp á 4,8 milljónir og það er góð gilda ástæða fyrir svona háum fjármunatekjum og við komumst að því í efnahagsreikningum á eftir stay tuned en þeir alltaf tekið saman í rekstrinum tengist það eitthvað vöxtum? Já, getur við þegar við tökum allt saman hérna í rekstrinum þá erum við að sjá hreinan hagnað þá erum við að sjá hagnað fyrir skatt upp á 1182 milljónir og 946 milljónir eftir skatt þannig að þetta eru alveg gjörsamlega bilaða tölur 19,1% hagnaðar hlutfall úr 12,3% 2022 þar högnuðust þau 410 milljónir hreinn hagnaðar þannig ég held að sé óvægt að segja það að náttúrulegar það eru heitar í dag baðlónin, þau eru heitt mjög Herðu, þá er það efnahagsreikningurinn og þar eru spennandi hlutir efnahagsreikningurinn er sjálfsögðu í boði myntkaupa sem að ég er bara tröllur í það markaðanum núna, ég held að það sé alveg óvægt að segja það ef þú ert að fara að kaupa rafmynt þá ætti myntkaup að vera þeim fyrsti viðkomustæður mjög einfalt sign up það í gegn og notenda viðmótið er náttúrulega alveg brilljant þannig að þú kæri hlustandi er ekki svo fyrsti sem prófaðar þetta hjá þeim því að í dag eru yfir 14.000 Íslendingar sem er að nota myntkaup og eitthvað þú hefur nú farið þannig í gegn þú barst þeim vel söguna þú prófaðir þetta undan mér á sín tíma manni. Fljótt að gerast ég held mín stærstu mistök á þessu ári hafa verið að þegar ég senda á Kjartan hjá myntkaup gamli, ef að Trump vinnur í kvöld er Dogecoin þá ekki að fara að hækka? Hann sagði, ég myndi telja það mjög líklegt og ég hugsaði, að ég kaupi kannski á morgun kostningar sama dag á morgun 18% á morgun segir sá lati ég hef þetta svona inn á myntkaup en það eru bett í þessu þannig að farið varlega Ethereum, Bitcoin, Dogecoin er ekki eitthvað að sípa í nú og fleira þann inni ég held að Dogecoin sé ekki er ég að rugla? Jú, það er komið, þess vegna var ég að spyrja þeir bara hendur því inn þannig að við erum að tala um að þetta er nammibúð raffjárfesta ekki spurning, þökkum myntkaup kærlega fyrir samstarfið nú byrjum á eignum í efnahagsreikningi 2023 og sko heildar eignir félagsins Sky Lagoon EHF svo það sé tekið fram byrjaði með hreinan efnahagsreikning í rauninni
Heildareignir núna 2.375.000.000 og maður bara gapir. Þú veist, eins og ég segi, efnahagsreikningur var nánast bara tómur nema völdum bara hlutafjáraukningar andan 2020. Já. Og þetta eru ótrúlega tölur á stundum tíma. Efnahagsreikningur gjörsamlega búin að bólna út og en sko af þessum eignum eru fastafjármunir ekki nema 376 milljónir og það eru eingöngu varanlegir rekstrarfjármunir eða operating assets. Ársreikningurinn eins og ég segi á ensku og undir þessum lið er eins og ég nefndi áðan, við erum með hugbúnað, við erum með áhöld og tæki og svo þetta constructions sem ég vil kalla innréttingu og það er ég að fatta, það er mögulega, þetta er sennilega einmitt, gæti verið pottur eða gufa eða eins og þú segir sjoppan eða þú veist, veitingastæðurinn eða einhverja svoleiðis framkvæmdir, svona líklegasta niðurstaðar en allavega það var sett upp peningur upp á 274 milljónir í þetta árið 2023, þar að segja constructions og stendur þá bókfærið virði í 270 milljónum í lok árs, svo er hugbúnaður í 46 milljóna bókfærið virði og áhöld og tæki 60 milljónir og undir þessum áhöldum og tækjum geti þessuna verið bara matreiðsluofn eða eitthvað annað. Já, eða örbylgjófn. Já, eða örbylgjófn. Nú, svo er það hérna veltufjármunir og þar lifnar allt við. Stærsti flokkurinn er handbært fé. 1635 milljónir. Og sko þau greiddu mér þessi út arða á árinu upp á 313 milljónir, fór í hlutafjárlækkun og þetta fyrirtæki er bara gjörsamlega stút fullt af seðlum, sko. Þetta er prentvél af bestu sort. Handbært fé frá rekstri 1420 milljónir bara svona til að útskýra fjárflæðið sem er að þessi staðarna sko og ég bara eins og þessi, þetta er bara ótrúlegt og hérna já, hvað ertu að pikka inn? Ertu að reikna handbært fé per starfsmann? Ég er hérna aðeins komin inn í Víat. Já. Ég gæti farið ótrúlega slóðir hér á eftir. Ok. Verður þetta eitthvað svona í boði keltunar eitthvað? Já. Ok, skemmtilegt. Sko, næsta stærð undir veltufjármunum, það eru bara byrðir upp á 80 milljónir, gæti verið matur, gæti verið varningur, gæti verið bjór, merch, veit það ekki. Svo erum við með viðskiptakröfur upp á 152 milljónir og að lokum aðrar skammtímakröfur fyrir 131 milljón, samtals veltufjármunir 2 milljarðar króna. Herðu, skuldir. Það er náttúrulega enga langtímaskuldir, en við auðvitað vitum betur, langtímaskuldin hangir bara á öðru félagi, eins og ég nefndi áðan, Nature Resort, það eru nú hringið síminn hjá mér hérna, ég ætla að skella á, en já, eins og ég segi, skuldin hangir á öðru félagi, við erum náttúrulega bara auðvitað að skoða kjarnareksturinn, við erum með skammtímaskuldir vissulega upp á 1378 milljónir sem er ágætið summa, en þau eru með viðskiptaskuldir hérna upp á 506 milljónir króna, setja alveg smá spurningamerki við hversu hású uppað er tvöfaldast frá fyrra ári en þetta eru náttúrulega bara ógreita kröfur á mestu sem hanga svona yfir áramót og þarf við að hérna taka allt of mikið mark á þessu svo lengi sem að veltufjárstaðan er góð sem hún er. Nú við erum einnig hérna með fyrirfram innheimtar tekjur upp á 579 milljónir og það er samanstanda af seldum miðum í baðlónið sem á eftir að nýta og ég held að þetta sé nú bara ansið góð bókunarstaðin í nýtt ár. Þú getur kannski sagt það með meiri vissu en ég. Þetta er tæplega 12% af tekjum ársins 2023 sem búið er að bóka fyrirfram 2024 í lok árs. Þú veist, ég þekki ekki hvort að það sé gott hlutfall en ég myndi talið það bara ansið fínt sko. Er einhverja skoðun á því? Nei, ég reyna að velta á engum fyrir því sko. Hvort að þetta séu þá Nei, þetta getur líka verið neitt annað en gott. Þetta vantarlega á einhverjum afslætti í gegnum ég veit ekki. Mögulega einhver affiliated links hvað veit maður. En herðu, svo er það allavega hérna undir skammtíma skuldum ef við höldum áfram tekjuskatt til greiðslu 240 milljónir og loks aðrar skammtíma skuldir fyrir 54 milljónir og heildar skammtíma skuldir og raunar bara heildar skuldir 1378 milljónir. Nú, ég fer yfir veltufjárhlutfalli líka. Það stendur í 1,45 lausafjárhlutfall, þá tökum við byrðirnar út úr jöfnunni, það stendur í 1,39 og reiðurfjárhlutfall 1,19 þannig að þetta eru góðar tölur skammtíma greiðsluhæfið mjög gott þegar út með reiðurfjárhlutfall yfir einum það segir sér sjálft skuldahlutfallið 58% en eins og ég segi hvað er skuldahlutfall þegar þetta eru bara skammtíma skuldir og þú ert í hérna átt meiri veltufjármuni en
en skammtíma skuldir þannig að þú veist, í sjálfu sér þetta félag skuldlaust til langstíma prófnefnd viðurkenndra bókara, hún samþykir alla þessa stuðla sem ég var að fara yfir hérna, þau eru hoppandi kátt með þetta Hugsaðu þér hvað er unreal að vera með þetta operation nánast skuldlaust bara innan við 4-5 árum. Já, þú veist, reksturinn sem slíkur, en þú veist, auðvitað vitum við að skuldirnar liggja á Nature Resort, þú veist, við framkvæmdur og annað, en ég meina miðað við fjárflæði þarna, þá verður þetta bara, þá mun þetta ekki taka langan tíma að borga sig upp, sko. Hvað er payback á þessu? Erum við ekki bara ég meina, við vorum með 950 milljónir tæplega í hreinan hagnað. Já, deilt með 5. Já, þú veist, samkvæmt þeim var kostnaður 5 milljarðar við framkvæmdir, þannig að þú veist það eru kannski 5,2 ár að slá þessu mjög einfalt upp, þá er þetta 5 ár sem þetta tekur en sko en ég meina, ég get lofa þér því, þau var að hækka verði núna í ágúst ég fór þarna á þriðjudegi, það var tróðið þetta er gjörsamt fyrirbæri sko. og bara þverfótað ekki fyrir útlendingum þannig að þetta er orðið ferðamannaperla þetta ár verður sennilegast miklu stærra út af því að Bláa lónið er búið að vera í steik með þessar jarðhræringar það er rétt já, ég hafði ekki hugsað út í það Nei, þau eru að fara að býta vel inn í þann markhóp sko. Ég ætla að segja þér hér, ég ætla að vera illa grillaður og segja að veltan verði yfir í kringu 6 milljarða 2024, easy illa grillaður sko. Svakalegt sko. Bara illa grilla á svæðinu sko. Það virðist vera, en sko bara til að loka efnahagsreikningnum þá er EIF, það var farið í hlutafjárlækkun eins og ég nefndi áðan hlutafjár stendur í 40 milljónir núna lögbundi varasjóður 10 milljónir og svo er óráðstafað EIF 947 milljónir króna náttúrulega pumpuð út arði á þessu ári þannig að heildar EIF rétt undir miljard 997 milljónir tæpar og ef skulda hlutfall er 58% þá er EIF hlutfall 42 en eins og ég nefndi áðan hvað er að skulda í þessu er að staðan svona góð þannig að þú veist þetta bara lítur alveg bara fáralega vel út sko. Maður hefur aldrei síðan aðeins í raun en já svona hvað reksturinn var þar á minnsta kosti en já þá hefur ég bara lokið minni umfjöllun og Fendimanns og Kjeldan þau vilja vita nú er ég djúpur sko. hvort að þú sért ekki djúpur í einhverjum upplýsingum taka 2 bleika Fendimanns og sturta því honni gynni mitt og gefa tengdapappa eins og alveg hvítflipar gera og hann segir bara, vá, ég hef aldrei smakað bleikt gin nei, þetta er ekki bleikt gin þetta er bleikt Fendimanns tóník sem að heitir reyndar er ekki Rosé Lemonade ég er svakalega djúpur eins og ég segi market capi á Viat er 944 milljónir bandaríkjadollara næstu í milljarður bandaríkjadollara já á ISK, ef ég er með gengi 140 fara á gengi.is, rekna þetta fyrir mig þá var það 132 miljardar í markasvirði Viat hvað segirðu, hvað á ég stimplin í gengi? 140, nei bara hvað dollarin er? Já, 144 wow. 144,4 já, þannig að gefum okkur það að markasvirði félagsins sé 135 miljardar verðmat á hérna Sky Lagoon, samkvæmt Keldunni já er 13,8 miljardar sem myndi gefa okkur það að Sky Lagoon er 10% af markasvirði Viat það er verðlækningu í dag vægasett áhugavert sko er það ekki? Jú ok, en hvað segir Fendimanns hvað er nokkuð þá? Já, það er góð spurning ef við göngum út frá því að markasvirði markasvirði Sky Lagoon eða skíaborgarinnar eða skíalónsins sé 13,8 miljardar eins og verðmatið þá er Fendimanns hverðin 102 miljónir per starfsmann 135 það er nokkuð gott já. Það verður að segjast en það sem að ég held að sé áhugavert hérna fyrir þetta kandíska félag ef þetta er rétt hjá mér og Keldunni með verðmatið á þessu félagi að það sé orðið 10% af markasvirði það er nokkuð stór ég meina í sjálfu sér er þetta verðmat ekkert galið sko hjá Keldunni það má þetta velta vöngum yfir EBITDA markföldurum og öðru sko en ég meina það er nokkuð ljóst að hér er bara prentvél komin ég held það á laginnar það er búið að leggja prentvél á laginnar og eins og Dagný sagði sjálf þá er þetta dýrasta framkvæmd sem hefur verið farið í á höfuðborgarsvæðinu í afþreyingar uppbyggingu já, bara í einkarekstri að þú veist já, bara í afþreying, það hefur engin dýrari afþreying verið sett á laginnar á höfuðborgarsvæðinu
Annað sem ég sé hérna við Viat fyrir þá sem að spá í að fjárfesta að þá pending sala á GS-hlutanum sem sem sagt hérna gistirekstur og fleira sem tengist ekki beint þessar uppbyggingu á Sky Lagoon og svona hvað getur maður sagt sem uník stöðum þannig að þegar sú sala gengin í gegn já, markaðsvirði lækka sem því nemur þá Sky Lagoon ennþá stærri partur af market cap ef ég ekki að lesa vitlaust í þetta hérna fljótt á liti. Þetta eru áhugaverðar pælingar í boði Fentimans og Keldunar setið Fentimans út í ginið kaupið áskrift hjá Keldunni þú verður margfalt fróðari af því að mínum mati. Svo eru nýjungar að koma frá Keldunni þau hérna í dag þetta afræna verðmat gæti verið að já það gæti verið að handbragð Kitta? Japanska handbragðsmeistara Kitta sé að fara að blanda sér í verðmatsleikin. Já, þannig að ekki bara rafræna verðmatsleikin. Endingurinn í áskrift dag, annað hlutafélagaskráin komin inn í áskriftina, þannig að þú getur farið að rekja hver á hvað. Já, sem bara snjallt auðvitað. Eitt að lokum og þetta nú alltaf gert bara í hérna fúlustu alvöru. Bara í léttúð. Hvað mættu margir í Sky Lagoon í fyrra? Ertu að fara, já, ég veit ekki ég ætla ekki eins og að reyna að gíska. Ég hef ekki hugmyndu það. Nei, en þú ert að reyna einhvern veginn að sjóða saman út frá tölunum. Þarna læstu mig. Herðu, ég ætla að gefa mig meðalverðið 8.900 og ég sé reynda strax að ég með hérna veltu 2023 557.000 manns. Ég á bátt með að trúa því sko. Meðalverðið 8.900 krónur deilt með veltu. Eina ef þú væri búin að greina fyrir mig vörusölu og draga frá. Já, það væri áhört að vita sko eðsla per kunni sem að labbar að inn sko. Já, ég ætla að gefa mér að 900 milljónir sé hérna veitingarekstur. Þá þetta 456.000 kunnar. Við höfum leikið þennan leik áður og annað sem áhugavert með þetta að ég hjólaði sjóbaða sjefan tók sama og þar kostar 6.500 krónur í lónið veltan 332 í sjóbuðin? Já, á Húsavík og það gefur mér að séu 50.000 kunnar ég fekk það sent að það væri nær 80.000 heimsóknir þannig að mögulega erum við undirskjóta hérna út frá já, út af því að það svo vannmetið endursalan á Íslandi það sem þú ert að selja á kannski 20% commission eða bara hvað booking aðri. Já, það er rétt. Þannig að já, kannski stór hluti af þessu sem að að fara á á einhverjum afslætti. Já, þó að ég sjái það ekki beint gerast með Sky Lagoon í framtíðinni. Sérstaklega í ljósi þess að það ætlar ekki að fara þarna. Hvað ætlar að gera? Bláa lónið í hassi. Flest önnur tippi í rassi. Yes, Ittin komin í gír, hann komin í kostningagír. Ég heyrði þetta í símanum daginn. Var þetta ekki eitthvað lag? Allt í hassi og tippi í rassi. Já, ég held að við séum nú bara orðin nokkuð mettir í dag. Á undraverðum tíma þá þetta orðið næst mest sóta lón landsins. Já, eftir væntanlega Bláa lónu sem 3 sem stærra veltu 21 miljard 2023. Það náttúrulega verðum að taka inn í þau eru með talsvert fjölbreyttari rekstur, þau eru með heila vörulínu bara, eða þú veist heitir það ekki Bláa lóni skincare eða eitthvað? Já, eitthvað svo leiðis, þau eru með hótelrekstur. Það á annari kentur líka eða ekki? Já, væntanlega fellur undir samstæðuna ég held það. Já, en ef maður bara tekur Bláa lóni Ísland þá var það hérna 140 miljónu evra sinnum 150, 21 miljónur. Kannski er ég yfirskjóta, það er bara stóðmjólkin hjóla þá bara í okkur. Jarðböðin í 3 með miljard og þar á eftir koma hérna Hvammsvík og Skógaböðin með yfir 700 miljónir. Það í raun ótrúlegt. Skúli, hann hefur séð bara ég misti þessa lóð á Kársnesi. Best að fara hann í Hvalfjörð bara, þú veist. Já, ætla hann hafi verið með hann er bara með eitthvað svona draum sína og getur setið út í pottinum fylgst með hval, kom með bara geggja langreið dregur hana heyrir Kristjáni, skottast inn í ég farið í Skógaböðin. Það er mikið sjónarspil. Sjá það yfir bæinn sko. Já, það kostar 6.900 í þau. Já, einmitt, talsvert ódýrara. Og Secret Lagoon, þetta fucking phenomenal velti 652 miljónum. Önnur hver króna fer í vasa eiganda, beint, óskipt. Já, en það kostar ennþá bara 3.600 krónur ofan í sko. En
aftur á móti bara til að halda áfram þessu bulli með jarðvarmann og þetta þá borga þau held ég ekki krónu til að, þú veist að þau sitja bara á einhverju hólu já, þau eru bara á náttúrulegu jarðhitasvæði, sko með Sky Lagoon, ég ætla ekki, þú veist ekki fullir það, en það kemur vissulega fram í skýrslu stjórnar að þessi áhættið þáttur að rafmagn slá út eða annað, þannig að þau eru að einhverju leyti háð upphitun já ég þori ekki að tjá mig meira þetta en þess vegna held ég að leynilögin einmitt, þú veist, hún getur lækkað verðið já. Því að þau borga ekki krónu fyrir orku eða hvernig sem það nema þá bara á kamrinum eða eitthvað til að loka þessu stórkostlegt plan það verður gaman að fylgjast með þessu svæði vaksa og dafna, það kemur pottet hótelarna við hliðina held ég já. sem að heitir eitthvað The Sky Hotel eða hvað sem er eitt af lokum, er ekki kosningar á morgun allir að kjósa ekki kjósið rétt reynum að fá ekki þetta ógeðslega Reykjavíkurmódel yfir okkur austfinningar nær og fjær ef þið vilja halda í Reykjavíkurflugvöll þá voru ekki að fara að kjósa skattfylkinguna þannig að við höfum bara séð aðförð vinstri manna að flugvöllinum síðastliðin áratug þannig að ytti með spakmæli í lok þáttar en hvort við kjósum lýðræðisflokkin eða pírata sem er á móti baðlónum það verður bara komið ljós skal ekki gott segja herru við verðum aftur með ykkur 13. desember já þá verðum við konur í jólaskapið já ekki? jú herru þá segjum við það í dag bye takk og bless